Komið sæl, þetta þáttur frumkvölar og ég heiti Elinóra. Hjá mér í kvöld Guðrún Tryggvadóttir frá náttúra.is. Vertu velkomin. Takk fyrir að bjóða mér. Já, það var nú lítið. Nú langar mig að vita svona allt þig sjálfa, þinn bakgrunn. Já, það svolítið löng saga. Já. Já, ég myndlistarmaður. Já. Semst hálærður myndlistarmaður. Já. Og var úti alveg þangað til árið 2000. Já. Var svona 18 ár að dóla milli Þýskalands, Frakklands og Bandaríkjanna. En flutti svo alkomin heim árið 2000 með börnin mín 2 sem urðu náttúrulega að vera Íslendingar. Já. Og hlakkaði mikið til að njóta náttúrunnar og bara landsins míns. Já. Og fékk eiginlega sjokk bara þegar ég kom heim. Af hverju? Kárabaráttan var náttúrulega komin af stað. Já. Og mér fannst mikil óskynsemi í gangi. Ég rak á þessum tíma auglýsingastofu sem ég gerði líka í Þýskalandi, hélt áfram með henni heima og vann fyrir Fréttablaðið meðal annars. Semst vann með sjálfstæða auglýsingastofu þar inni. En smá saman fór ég að vinna það mikið fyrir þessa baráttu að hún tók eiginlega yfir áhugasviðið. Ég var ekkert búin að vera að pæla þessum hlutum áður, ég var bara myndlistarmaður og hönnuður. Já, og síðan tapast þessi barátta, svo að segja. Og mér fannst einhvern veginn ekki hægt að halda áfram bara eins og ekkert hafi í skorist. Og var að reyna að finna leiðir til þess að semst, koma íslenskri náttúru í skjól, ef svo má segja. Og ég hafði ekkert vita á þessum hlutum, ekki neitt. Nei. En áhuginn svona dró mig áfram. Já. Til að stofna þá þennan vef, náttúra.is. Já, sko, hugmyndina af vefnum var bara til út í Móa. Já. Þá var ég búin að vera mikið að pæla í íslensku jurtum og hvað maður geti gert við þær og bæði lækninga og átu og allt þetta. Já. Og mér fannst lítið efni til og misvísandi, ósamstætt, gömul rit. Það voru eiginlega engar upplýsingar til og mér fannst eiginlega synd að með alla þessa gersemi í kringum okkur þá vissum maður sem nútíma manneskja lítið jurtirnar var einhvern veginn ekki hluti af því sem að manni var kennt sem barn. Nei. Já, þessi áhugi dró mig meira og meira út í Móa að skoða og ég var komin með heilan stapla af bókum með mér út til þess að lesa mig til hitt og þetta og sá bara, byrju, af hverju er þetta ekki til á VF? Af hverju þarf ég að vera að leita í gömlum bókum og ritum að upplýsingum sem ættu að vera aðgengilegar hverju einustu manneski í dag. Og þá var þessi hugmynd bara til. Ég sá svona fyrir mér gamla konu út í Móa, svona grasaguttu sem var að bogra og tína jurtir. Og þá kom hugmyndin eiginlega full sköpuð til mín. Ég verð bara að gera vef jurtir og þar að leiðandi náttúruvernd, að kunna meta það litla. Að það væri í rauninni lykillinn af því að við virðum umhverfu okkar og fossana og hálendið að kunna meta jurtirnar. Þetta var svona upplómun fyrir mig og ég byrjaði bara að gera svona hugmyndavinnu. Það tók svona 2 ár þangað til ég fattaði, þú verður að læra að gera alvöru viðskiptaáætlun til þess að fara út í svona stórt verkefni. Svo ég fór á Brautagengi. Og það náttúrulega skipti sköpum. Þá fer maður að skoða onni allar koppa og kitur hvað þarf maður að gera til þess að láta svona dæmi ganga upp. Já. En þó að ég hef verið búin að reka fyrirtæki bæði hér og úti, þá var það alltaf í kringum mína hæfileika sem myndlistarmaður og svona hugmyndamanneskja sem að nýtist náttúrulega vel. Já, veistu hvað var ég eftir? Það varst komin á Brautagengi. Já, ég var komin á Brautagengi. Já, Brautagengi var náttúrulega lykillinn, Já. Og ofboðslega gaman og ég kláraði þessa viðskiptaáætlun fyrir vef sem átti að heita grasagutta.is en nature.is á ensku. Já.
vegna þess að ég vildi vera trú þessari köllun minni. Já, grasaguttunni. Já. Og það hefur ekkert með mitt nafn að gera það neitt svoleiðis. Ég ekki aldrei kölluð Gutta og finnst það ekkert passa við mig, sko. En grasagutta átti að vera nafnið á vefnum. Já. En já, svo náttúrulega fór ég að vinna meira með þetta og fá ráð hjá öðrum og þá náttúrulega smá saman var nafnið, sko, fyrirstaða. Já. Það væri svona fyrirstaða fyrir fólk að skilja að vefurum væri meira en bara grös. Já. Þannig að það var nú bara Gísli Björnsson, gamli kennari minn, sem að benti mér á það. Já. Bara, láta hann heita bara náttúra. Já. Og ég náttúra, það eitthvað svo sérstakt. En okkur lætur hann heita nature á ensku. Já, ok. Þannig að, sko, með því að vinna með góðu fólki og vönu fólki sem að getur hjálpað manni svona þegar maður er komin út í öngstræti, það er bara ómetanlegt. Og þessi viðskiptaáætlunar vinna, og hún er ekki bara tölur og hagfræði, alls ekki. Hún er í rauninni snýst það að móta hugmyndina og styrkja hana fyrir mann sjálfum. Þannig að hún sé bara eins og beinagrind sem að maður síðan kennir að labba og fá vöðva. Og það tók 2,5 ár að fjármagna. Já, hvað, þú vannst þess viðskiptaáætlun en fékkstu þá með þér eitthvað fólk til að vinna? Já, sko, ég byrjaði strax eftir brautargengi, byrjaði að sækja styrki. Já. Og einhvers konar fyrirgreiðslu til þess að geta ráðið sérfræðinga. Já. En þess að ég er náttúrulega ekki sérfræðingur á sviði umhverfismála, né efnafræði, né nokkurs hluts, nema ég er sérfræðingur í hugmyndum og myndlist. Já. Og grafík. En með heimasíðugerð? Já, ég býr nú svo vel að maðurinn minn er forritari. Já, ok. Þannig að ég gat, sko, alla leiðina spurt hann, heyrðu, já, ef að ég vil láta eitthvað virka svona, er það hægt? Þá segir hann annarkvort já eða nei, eða já, ef. Þannig að þetta er náttúrulega ekki bara mín vinna sem að skapaði vefinn. Hann í rauninni gerði vefinn að virku tóli. Akkurat. Og alveg frá 2004, 2005 kom fyrsta útgáfan út og það var svona bráðabyrja vefur haustið 2005 og hét Grasagutta þá, ennþá, sko. Það var bara ári eftir brautagengi. Já. Og þá var ég að vinna við Fósturlandsins Freyju sem er svona norrænt verkefni. Já. Og já, það snýrist líka jurtir. Já. Þannig að ég var á fullu að vinna þessu verkefni brautagengi frá því að hugmyndin var til og ennþá stöðugt að víkka út. Já. En settur þá inn á þennan vef, Grasaguttu vef, en settur þá þessar upplýsingar allar jurtir eða fékkstu fólk til að gera það fyrir því? Sko, ég set allt inn. Já. Og við byrjuðum á því að endur skrifa alls konar bækur sem við fengum leyfi til þess að vinna efni upp úr. Gömul rit Björnshald og svona í Sauðlauksdal og svo framvegis. Og það er allt saman komið inn í gagnagrunn. Já. Þannig að við vorum alltaf að vinna að því að koma efni inn. Já. En Grasaguttu vefurinn fyrsti, hann var aðalega bara greinar. Já. Og vegna þess að það vantaði þessum tíma, 2005, vantaði miðil fyrir umhverfismál. Okay. Það var bara ein grein birt Kárahnjúkabaráttuna eða einhverja fundi sem að komið því við. Það var bara þakkað í hel. Það er bara málið. Á þess að nefna neina miðla, þá var bara náttúra og umhverfi voru bara í einhverjum fjötrum hagsýnisstefnu svokallara sem náttúrulega sprakk í andlitið á okkur. En það þurfti þennan miðl sem fréttamiðl aðalega. Þannig að þá var þetta, sko, það skýrðist líka fyrir mér smá saman að það er náttúrulega ekki bara hægt að vera að tala jurtir. Það verður að gera það með öðru. Já. Og ég fekk þarna í rauninni svona 1,5 ár til þess að svona æfa mig í því að skrifa. Ég hélt ég þyrfti að ráða eitthvað til þess að skrifa fréttirnar. Vegna þess að ég var það nýkomin til Íslands. Ég var satt að segja eiginlega ekki talandi á íslensku. Ég er búin að vera í 18 ár úti.
ég meina, ég gat talað en ekki skrifað almennilegar greinar og ég treysti mér ekki einu sinni í það. Nei. Og ég var eitthvað að leita fyrir mér að fólki og sá náttúrulega að það er bara sko heilt starf sem ég þurfti þá að borga fyrir, bara fyrir greinaskrifin. Og var sjálf svo á kafinu, í rauninni gat bara ég skrifaði þetta. Þannig að sko það er bara sko gamla learning by doing. Já, maður bara byrjar. Ef að áhuginn hleypur í róða í kinn, þá verður maður bara að byrja og fara bara yfir einn hól í einu. Já. Byrja bara smátt og vinna sig. Já, menna núna skrifa ég margar greinar á dag og blikka ekki yfir því, það er ekkert mál, sko. Nei. En hvernig gekk þér að fá fjármagn í þetta? Já, það gekk náttúrulega bara þannig að það er bara gríðarleg vinna að sækja einhvers konar nýsköpunar stuðning. Já. Fyrsta styrkin fékk ég frá Atvinnuþróunarsjóði kvenna, heila 1 milljón. Já. Og það var í byrjun 2006 og þá gat ég ráðið sérfræðinga. Þá réði ég umhverfisfræðinga til þess að móta vefinn, sem sagt umhverfis hluta vefsins. Áherslurnar, vistan innkaup gríðarlega mikilvæg, finna einfalda leiðir til þess að kenna fólki hvað maður á að líta eftir, hvað maður á að skoða. Þetta sé ekki bara eitthvað voðalega flókið sem allir bara þetta er alltaf flókið fyrir mig. Það var alltaf grunnhugsunin að gera tól og tæki sem að nýttust almennum borgurum og mér og Einari. Við vorum svona, hvað er þetta og hvað er þetta og enginn vissi neitt og það voru ekki til neinar upplýsingar, þannig að þá fór að sko líka að þróast þessi þörf eða vera skýr fyrir mér að það þyrfti í rauninni gagnagrunn allt hver er að gera hvað, af hverju, hvaða vottanir eru þar að baki, hvaða viðmið og svo framvegis. Þannig að þá byrjaði ég á rannsóknarvinnu nákvæmlega hver er að gera hvað. Og hún stendur enn og er í stöðugri uppfærslu. Þannig að við viljum í rauninni hafa þetta yfirlit. Þannig að þú getur og við getum valið með vitneskju fyrir sem sagt að við vitum eitthvað. Já. Og það séu til einhverja sannanir fyrir ágæti þess og hins og það sé ekki sko svona grænþvottur í gangi. Akkurat. En nú þurfum við að taka auglýsingarhlé og eftir auglýsingar þá ætlar að segja okkur nánar frá náttúru.is og hérna kortinu góða sem þú ert búin að gefa út og kortunum. Það eru 2 konar kort, er það ekki? Það eru nokkuð konar kort. Já, við fáum auglýsingar núna. Hvítibærinn og golfklúbbur Borgarnes, frábær 18 hólu völlur, gisting og veitingar í Hvítabænum. Það er bara bæjarleið í Borgarnes, Hvítibærinn og GB. Flugsafn Íslands á Akureyrarflugvelli aðeins spölkorn sunnan við flugstöðuna er heillandi minnisvarði meira en 70 ára flugsögu Íslendinga við ævintýralega erfiðar aðstæður og fullhugana sem uxu með hverri þraut og létu aldrei deigan síga leið og þeir gættu fyrsta öryggis þeirra tíma. Ógleymanlegt ungum sem öldnum, flugsafn.is. Allians tryggir þína framtíð. Beint úr Hrafnaþingssettinu í að reka fyrirtækið og bókhaldið. Ég hefði aldrei getað þetta ef ég ekki hefði dottið niður á kerfislausnir frá Stolpa, Kerfisstofnun Íslands. Hér er allt á einum stað. Sölukerfi, fjárhagsbókhald, skuldurnauta, lánadrottnar, launakerfi. Og þetta er svo einfalt. Það er einn takki, ít og einn takka, kannski annan, fyllið út eitthvað smávegis, ítu svo annan takka. Reikningurinn farinn til Íslandsbanka sem tekur við öllu dæminu. Launin, verkbókhalið, allt saman. Ég hef aldrei trúað því að jafn bókhaldstregur maður eins og ég er þokkalegur blaðamaður en var alveg skelfilegur bókhaldsmaður. Getur gert þetta á svo einfaldan hátt að ég trúi því ekki að þetta sé í raun og veru svona einfalt. Prófaðu nýjan Stolpa frítt í 60 daga, stolpi.is. Komið sæl aftur, þetta er þátturinn Frumkvöðlar og ég heiti Elinóra og hjá mér er Guðrún Tryggvadóttir frá náttúran.is
og við vorum komnar, þú varst búin að fá 1 milljón frá atvinnusjóði kvenna. Já, atvinnuþróunarsjóði kvenna, já. Og hvað sóttur á fleiri stöðum? Já, ég sótti allt og í rauninni var nokkuð ljóst bara strax frá byrjun að það þýddi ekki að búa í Reykjavík til þess að sækja nokkuð skapaðan hlut sem var það nýsköpun á Íslandi. Já, takk. Og þá bara fluttum við út úr bænum. Við fluttum bara austur fyrir fjall. Já. Við keyptum okkur meira að segja 1 hektara lands sem að ætlunin að byggja eitthvað mann. Já. En byggum á Selfoss og eru núna í Hveragerði. Já. Og annars hefði bara ekki verið hægt að sækja neitt. Nei. Sem er náttúrulega aðtjóðunar veriði fyrir alltaf sem koma nýsköpunarmálum í landinu. En það var svo sem alveg í takt við hugmyndina og það var alveg löngun til staðar til þess að fara út úr öllum þessum stórborgum sem maður hefur búið í og fara út á land. Já. Þannig að það var bara ósköp eðlilegt. Og já, ég hélt bara áfram og vandaði mig rosalega við hverja einustu umsókn. Og ég búin að sækja svona 150 alvarlega styrki. Alveg frá bara allan skalan. Þannig að þú hefur þolinmæði frumkvöðsins. Já, vegna þess að það bara lykillinn. Þess að peningarnir þeir verða ekki til á trjám. Nei. En hvað eru fengið mikið af þessu? Samtals, frá byrjun. Það eru eitthvað 20 milljónir. Já. Og það þykir rosalega gott. En það er semst í styrkjum og við höfum fengið semst á fjárlögum núna 5 ári röð, semst alltaf fengið á fjárlögum vegna þess að við erum að gera hluti sem að stjórnvöld ætti að vera að gera en eru ekki að gera og þau vita það. Þannig að við fáum svolítið til þess að hjálpa til en það er náttúrulega aldrei nóg. En fjármögnunin í byrjun sem tók 2,5 ár, hún var ekki bara til af minni hjálp. Það var ekki bara ég sem stóð þar að máli. Ég réði alvöru fjárfesta til að hjálpa mér. Að rýna viðskiptaáætlunina, taka hann alveg niður í frumhluta sína. Útkoman var reyndar að fjárþörfin var svo sama og ég var búin að reikna út. En hún skerti á öllu. Og þar var ég líka komið með mann sem að hefði vit á hlutunum og var með tengingu til fjárfesta. Þannig að þetta var svona 50-50. Hann hjálpaði rauninni að sannfara helming fjárfesta og ég hinn helminginn. En þetta var náttúrulega bara full vinna. Já, en góð samvinna. Já, góð samvinna. En svona samvinna kostar líka. Þannig að styrkirnir fara í svona. Já. Þeir fara ekki til frumkvöðlisins. Þannig að bara að allir gera sig grein fyrir því sem er að fara út í eitthvað, að þetta er áralöng maður er ekki að fá peningana sjálfur. Nei, mjög lengi. Og það er talað það var alltaf mjög gott að hugsa það að þeir hjá Marel sögðu að það tæki 5-7 ár að koma sér á kortið. Þannig að fólk héldi væri bara svona eitthvað flash in the pan komin í dag og fara á morgun. Að það væri svona segla og dugnaður á baki sem alltaf ekki að gefast upp. Já. Og mér virðist þetta vera einmitt að sýna sig að þurfi 5-7 ár til þess að koma lágmark bara til þess að fólk taki mark á manni. Akkurat. Og sé ekki einhver bóla bara. Já, ég sé ekki einhver bóla til þess að græða á umhverfismálum sem að við erum ekki að reyna að græða á umhverfismálum, við viljum ekki einu sinni vera til. Já. Við stefnum að því að vera ónauðsynleg. Já. Við erum í rauninni allt öðruvísi frumkvöðla fyrirtæki. Við stefnum ekki að miklum gróða og vexti. Það er svona mikið hugsunastarf á bakvið líka. Já, samfélagið þarf svona hugsun og við erum okkur líður vel í henni og látum okkur skipta máli hvernig, hvort að þessi heimur standið ekki. Og okkur finnst ansi lítil áherslu á það. Já. Við mögum taka okkur saman í andlitinu. Já, og fyrir en seinna En hérna á borðinu þá eru ýmislegt sem að þú ert búin að koma í verk. Segja okkur aðeins frá þessu korti. Já, þetta er semst grænt Reykjavíkurkort sem að er svona oppolítil nasosjón af græna Íslandskortinu sem er á vefnum og er búin að vera vefnum frá 2008. Já. En hann er náttúrulega alltaf í stöðuri þróun líka, þessi þetta vefkort og grænt kort er það er alþjóðlegt
fyrirbæri. Já. Þetta Green Map System og við líði í yfir 700 stöðum í heiminum. Já. Sem að auðvelda þá fólki að fara út í svona vera umhverfisvænna og... Já, finna aðila Já. Og fyrirbæri. Þetta rauninni svona íkonasystem. Við fáum í rauninni ekkert nema leyfi til þess að nota íkonin, en íkonin eru með stöðlu viðmið sem eru notuð allan heim. Já. Þannig að Ísland sé ekki að setja sig einhvern veginn sérstaklega að vera eitthvað öðruvísi skilningur á hlutunum heldur en heimurinn. Og grænkortaflokkunin kemur ofan á okkar flokkun sem græna síður, sem miklu flóknari. Það eru 1200 flokkar. Okay. En í grænakortinu hjá okkur, það eru 100 flokkar. Já. Það til 180 flokkar í heiminum. Já. En við erum ekki með kjarnorku úrgang og það svona ýmislegt sem við þurfum ekki á að halda. Indland þarf kannski að hafa svona, hvað næsti vassbrunnur og svona, við sleppum því. Já. En leggjum áherslu á samfélagið, hagkerfið, fyrirtækin. Allt það sem skiptir máli þannig að neytendur getur fundið það sem umhverfisvænn annað og viti af hverju það umhverfisvænn annað. En svo bendum við líka á hluti sem eru verri en annað á þessu korti, þannig að það ekki allt grænt, það líka það sem alls ekki grænt. Já. Og þetta svona hjálpatæki. Já. Og þetta gáum við út semst með aðstoð Reykjavíkurborgar í hittifyrra, fyrsta skipti. Já. Og aftur í fyrra og það semst búið að rótira núna í samfélaginu 30.000 svona kort. Þetta gefins eða? Já, þetta gefins, eins og allt sem við gerum gefins. Okay. Vegna þess að við trúum ekki að það sé að fólk kaupi svona, en að því að veit ekki að þurfa á því að halda. Það þarf fyrst að vita að þurfa á því að halda og samfélagið þurfa á því að halda. Já. En hvað þetta að nálgast? Það víða bæinn. Það reyndar á þrotum. Ég á 1 kassa eftir. Okay. Því þetta gríðarlega vinsælt, sérstaklega hjá túristum núna. En þetta nálgast á netinu líka þá? Já. Og miklu stærra, sko. Og það kemur líka á app núna bara næstu vikum. Já. Eitt af okkar 3 appum sem við erum að þróa verður sem sagt grænt Íslandskort. Já. Þá ertu með í símanum. Já. En þú ert með eitthvað að sína mér í sambandi app. Já. Svo eitt sko sem að við unnum byrjuðum á 2008 að taka saman alla gámastöður á landinu og hvað að taka á móti. Þetta var ekki til. Já. Eitt að það í rauninni engin sko stofnanir og fyrirtæki hafa ekki finnst þeim ekki hafa þessa skyldu að upplýsa neytendur eða upplýsa þá sem í rauninni að henda ruslinu eða þá sem að kaupa. Þannig að við erum svona þessi milliliður sko. Já. Við erum að hjálpa þeim. Já. Og við erum búin að taka saman og erum ennþá í stöðri vinnu að finna út úr því hvar á landinu hægt að henda hinn og þessu. Já. Og þetta búið að vera gríðarleg vinna eins og allt sko. Þetta að fá þetta í appi? Já, það bara að fara á Market og Apple Store bara á næstu dögum. Já. En það líka á vefnum en náttúrulega ekki í sama formi. Já. Á þessu getur þú sko séð, kannski bara aðeins að sýna. Já. Þá getur þú séð sko vegalengdina eða semst hvert þú ert að fara. Já. Með ákveðið rusl. Þannig er við Hveragerði og spyrjum hvað að fara með ákveðið og þá sýnum við leiðina þarna út á bara... Og þetta getur fengið í síman hjá þér? Já, og á ekki kosta neitt. Nei. Það sem sagt, við erum með texta alla fenurflokka og nýja flokka sem við byggum til. Já. Sem sagt rusl, hvað sem jólaserían þín eða hjólið, hvað sem Já. Og fyrir neðans kemur listi yfir alla móttökustaði sem eru þá opnar, þá grænt eða opið og það er svona eins og opið hlið. Já. Það er svona sérð alla leiðina. Þú getur bæði séð gámastöðvar, bara grænda gáma og opna gáma. Já. Síðan sem eru opnar núna, sér hérna fyrir neðan. Já, og flöskumóttöku, bara flöskumóttöku. Þannig að sko hugmyndin að það sé aldrei nein fyrirstaða. Þú sért með eitthvað til að henda. Já, það sé ekki takt að segja ég veit ekki hvar og ég veit ekki hverju að taka við. Nei. Og ég veit ekki hvort það sé opið núna.
Þannig að við erum bara búin að útiloka það. Það er ekki hægt að segja, veit ekki. Og engin afsökun. Engin afsökun. Þannig að þetta er bara búið náttúrulega að vera mikil vinna eins og allt, en þetta ætti að skila sér til samfélagsins og það eru náttúrulega margir að hjálpa okkur að fjármagna þetta. Þetta er búið að vera mikil vinna og vita það sem að hlutið að máli. Já. Og samfélag það margir hefur hjálpað okkur líka. Já, að styrkja okkur aðeins um peningar sko, til að geta gert þetta. En við gerum þetta sjálf. Já. Bara liggjum yfir þessu. Já. En þú varst að tala um 3 upp. Já. Þetta er eitt, síðan er sem sagt Green Map, grænkorta appið. Já. Það er næst á dagskrá. Okay. Og við erum á fullu núna að uppfæra allt saman. Já. Og það ætti að koma bara eftir nokkra vikur. Já. Síðan er svona vistvænt innkaupa app og fyrsti hlutin af því er e-efnalisti. Þannig að þegar þú ert út í búð að kaupa mat og lest á umbúðunar og sér öll þessi sem maður skilur ekkert í og bara gleymi strax. Líður alveg nógu flókið. Ég veit það. En þú getur bara verið með símaðinn í búðinni og slegið inn efnið og fengið upplýsingar og ákvarða hvort það sé hættulegt eða getur verið hættulegt eða ekki. Og þetta var náttúrulega heldur ekki til. Enginn hefur sýnt ábyrgð í því að upplýsa neytendur mikið Nei. Og ég vil nú jafnvel ganga svo látt að segja að það sé oft iðnaðurinn sem að ræður för, ekki okkar heilsa. Og þetta þarf náttúrulega að breytast. Og þetta er bara einn liður í því að hjálpa neytendur til þess að láta það breytast. Vegna þess að það er bara við sem gerum það. Við verðum bara að segja, við viljum ekki kaupa vörur sem eru með eitthvað sem getur skaðað barnið mitt eða mig. Nei. Og það er auðvelt að sleppa því. Flest þessi efni í góðu lagi. Silfur og gull eru líka efni. Það er ekki eins og það sé verið að segja allt sé vont. Nei, það er bara ágætt að vita hvað er. Já, ég meina fólk veit það ekki. En með þessu tóli þá veit maður það. Það er bara ekkert mál. Þetta eru frábærar upplýsingar. En að lokum þá máttu sýna mér kortin . Já, þetta eru góður aðeins okkar. Já. Sem við dreifum út allt. Við letum prenta mikið magna á þessu. Já. Og höfum bara eitt og eitt gott ráð Í rauninni er þetta til þess að benda á allt það sem við erum að fjalla á vefnum. Það var fyrst hugmyndin að í staðin fyrir bækling að vera með eitthvað skemmtilegt góð ráð. Vegna þess að vefurinn snýst góð ráð. Já. Og þau hafa verið gríðarlega vinsæl. Hvað er þetta nálgast þessi? Já, bara út allt. Við erum með sjálfboðaliða frá Sít sem hafa farið og dreift þessu í búðir í svona litlum kössum. Ekki gefið þetta? Jú, við gefum þetta. Við gefum allt. Hvað er þetta? Já. Ég er alveg kjallstaf. Já, þetta er bara öðruvísi fyrirtæki. Já. Við stefnum ekki að heims yfirráðum nema, við viljum helst bjarga heiminn. Já, það er nú falleg hugsun. Já, ég held að hún sé líka verða hún er að komast í tísku, svona samfélagsleg meðvitund í fyrirtækjum. Já. En við byggðum á þessu frá grunni. Já. En eru spilin þá notuð til þess að draga? Já, maður getur til dæmis notuð þannig. Það hafa komið margar hugmyndir fram verið svona á sýningum að kynna og fólk fær að draga kannski spil og þá tekur kannski kartöflur og þá, ég sem einmitt að fara að setja með kartöflur þannig að þetta er bara skemmtilegt. Já. Og svo er það líka fræðandi Dragðu eitt spil svona þú er að draga eitt spil. Vistvæn innkaupa viðmið. Já. Til þess að auðvelda innkaupa vörum og þjónustu sem eru síður skaðleg umhverfi og heilsu hefur náttúra.is tekið saman 11 viðmið sem spanna veigamestu þættina og svo framvegis. Þetta er frábært. Já, þetta er rauninni grunnurinn að okkar vistvænu innkaupa hugsun að þú ert kannski að kaupa sjampó og hefur heyrt öll þessi voðalega mörgu vottanir og eitthvað sem ykkur er að segja eitthvað staðar, manns náttúrulega aldrei hvað það var þegar þú ert að fara að kaupa sjampó. Þannig að við erum með þessi viðmið og það er einn þáttur af efnum líka, vistvæn innkaupa viðmið
þá sérðu, ok, já, sjampó eða hreinlætisvörur, þá þarftu bara að líta eftir þessu og þessu, þú ert ekki að líta eftir hinu og hinu, það er bara, ok, getur verið sko einhver aukaefni í því, eitthvað svoleiðis, að getur verið umhverfisvottað og svo líka gott að taka tillit til hvernig er hægt að farga bæði umbúðum og innihaldinu. Þannig að þú ert svona að fá þessu auðvitað, ok, já, ég þarf bara að hugsa það er einfalt. Já. Og þetta verður líka hluti af vistvæna innkaupa appinu sem að þróast ennþá meira á næstu bara mánuð. En að lokum, viltu gefa frumkvölum sem heimasíta eitthvað góð ráð? Já, ekki nema bara að fara ekki út í verkefni sem að þau trúa ekki á 100%. Nei. Og ekki hugsa bara sko, ég ætla að vera búin að fá þetta og þetta miklar tekjur sem sagt innan 3 ára. Eitthvað svo leiðis, já. En það gengur aldrei þannig. Og vera bara viðbúin því að ef maður ætlar að fara í svona slag, þá verður maður að trúa hugmyndina alla leið. Alla leið. Já. Og það, meina, við þurftum að búa í kofa í hálft ár til þess að vefurinn dæi ekki 2008. Nei, 2007 til 2008, já. Meina, það var bara erfiður tími. Fólk var að segja, hver er áhuga umhverfismálum? Skilur við? En við vissum náttúrulega að umhverfismál eru málið. Já. Framtíð. Það var bara sko spurningum að þrauka. Akkurat. Það er akkurat málið að þrauka. Já, og vera óbærslega vandvirkur og fá alltaf besta fólkið til aðstoðar. Já, akkurat. Ekki fræga fólkið, besta fólkið. Og það er stór munur þar á. Og það er bara hægt að spyrja svona hinn á þessa, hvort þið þekki eitthvað sérfræðing og hinn á þessu sviði, þá finnum maður fólk sem er eins og allir sem að unni með okkur, þeir eru enn þann dag í dag að styðja við okkur. Frábæst alltaf hægt að leita til þeirra, eru ennþá sko við erum með fullt af fólki sem að vinnur ýmsa vinnu, þýðingar, umhverfisfræðinga, allt mögulegt. Ég óska þér innilega til hamingju með þetta allt saman og vona að þetta gangi vel í framtíðinni og til hamingju með velunni svo varst að fá frá, var ekki frá umhverfisráðuneytinu, já, kuðungin, já, til hamingju með það. Takk fyrir það. Og ég þakka þér kærlega fyrir komuna og við ykkur áhorfendur þá bara hvetja ykkur til þess að kíkja á náttúran.is til að eflast í umhverfisvitund og ég þakka fyrir í kvöld og við sjáumst þetta vita. Night breezes seem to whisper